Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég bið eins og alltaf alla sem eru að fylgjast með þáttunum mínum að íta á subscribe-takkan því það skiptir svo miklu máli fyrir dreifingu á þáttunum. En í dag er ég með mjög skemmtilegan viðmælanda, hann Þorgrím Þráinsson, rithöfund með meiru, eins og það stendur. Velkomin Þorgrímur. Já, takk fyrir það. Ég er svolítið, mér leikur forvitni á að vita hvenar þú, fórst að skrifa og hvað var svona kveikjan að því þú fórst að skrifa bækur? Því þú ert búin að skrifa heilmikið af svona barna eða unglingabókum, er það ekki mest, kannski? Jú, ég er búinn að skrifa barnabækur fyrir bara leikskólakrakka, miðstig, unglingabækur, 100 ára sögu Vals, eina fullorðinsbók, bók Jón biskup Vídalín. Þannig það er svona eitt og annað sem hefur komið, það eru alls 44, en Vá, kveikjan er fyrst og fremst svo að ég starfaði sem blaðamaður á Frjálsu framtaki og síðan Fróða sem var að gefa út öll þessi tímarit eins og Mannlíf, Nýtt líf, ABC, Íþróttablaðið, Hús og híbýli, sjávarfréttir, einhverjum flugfréttir og fleira. Og já, ég var oft beðinn um að taka við til að skrifa greinar og þá áttaði ég mig fljótlega á því að kúnstin við það að ná lesandanum er að vekja forvitni í byrjun. Það er já, að segja, þú sér kannski fyrirsögn í blaði, ef hún er kveikja og hún er spennandi þá viltu lesa greinina. Þannig að ég man til dæmis ég fór að taka viðtal við Guðna rektor í MR á sínu tíma, af því hann var nú skólastjóri minn, að þá reyndi ég að ná lesandana með því að hafa bara eitthvað skemmtilega sög í byrjun já, og þá einhvern veginn vildi fólk fara að lesa meira. Þannig ég sagði einhvern tíma við sjálfum mig, býtu, af hverju prófa ég ekki bara að skrifa bók, finnst það mér þykir svona gaman að skálda í kringu viðtöl. já, Og ég ræddi þetta við Steinar J. Lúðvíksson, sem var aðalritstjóri hérna hjá Frjálsu framtaki á Fróða, þú náttúrulega veist hver það er. já, ekki hann vel. Og hann spurði mig, hvenær viltu skrifa bók? Ég sagði, ég ætla bara ekki að gera á næsta ári. Næsta ári? Drífðu bara í því, sagði hann. Og Ok, þá komu þessar unglinga fótboltabækur fyrst. Fyrsta bóki var með Friðrik í tánum, síðan Tárbros og takkaskór, sem er líklega eina af mínum svona frægustu bókum, hún er enn lesin í skólum í dag. Og svo bara kom ein bók nánast á ári og stundum 2, en ég hef ekki sent frá mér bók núna í 3 ár. Ég á 3 sögur, já, en ég einhvern veginn bara, veist, mér liggur ekkert á, ég er í vinnu, mér þykir gaman að lífinu, mér þykir ekkert gaman að reyna að koma mér á framfæri við fjölmiðla, mér er sleðilegt að reyna að auglýsa sjálf mig, þannig að ég á bara efni og það kemur einhvern tímann út. ok. Þannig líður mér í dag. Það er nú það kannski, þú veist, fyrir okkur sem erum lesendur, þá er náttúrulega verið kannski spennandi að þú myndir íta á efnið sem fyrst, en ég man eftir náttúrulega Tárbros og takkaskór og þessi, varstu sjálfur í fótbolta? Já, ég var í fótbolta fyrst með að ég bjó í Ólafsvík, með Víking Ólafsvík í 3. efstu deild. Síðan spilaði ég með Val á landsliðinu í 12 ár, þannig að þegar ég er að kenna skapandi skrif í skólum, eða bara reyna að hvetja krakka til að lesa, því að krakkar í skólum er að skrifa ritgerðir, Já, þá hvet ég þau alltaf til að skrifa efni sem þau þekkja vel. Þá er svo auðvelt að leggja af stað í að skrifa. Ef þú þekkir umhverfið, þekkir staðinn, skrifar jafnvel persónu sem þú kannast við, blandar kannski 2-3 krökkum saman í eitt krakka. Þannig að já, ég var í fótbolta og þess vegna byrjaði ég með þeim hætti. já. Og auðvitað náttúrulega er þetta skáldskapur í bókunum mínum, en engu að síður er svo gott að hafa verið í aðstæðum sem ég er að skrifa um. Þú veist náttúrulega allavega hvernig á að tækla og annað þess aftar Já, og hvað þú já, ekki stendur á bara. vellinum eða hvað annað sem að ég myndi ekki vita, skilur, svo ég get ekki skrifað svona bók, þannig að Nei, þetta snýst svolítið að þekka efnið sitt. já, en ég var samt ekki í þeim bókum að skrifa beint um hvað var að gerast innanvallar. Þetta voru bara krakkar í íþróttum. Ég var miklu meira að skrifa um ævintýri, spennu, sambönd, vera skotin, fara í ferðalög, vera í skóla. Þetta var bara eins og flestir krakkar þekkja. Já, Það hefði ekki breyttur inn í neinu hvort þetta hefði verið fótboltakrakkar, handbolta, körfubolta, ég skil, já. en mér langaði bara að byrja með þessum hætti.
Já, svo vissi ég ekkert hvað myndi gerast í kjölfarið. Ég bara lagði af stað og síðan var þetta gaman og síðan hef ég haldið áfram. sem er frábært. En það er Já, ein bók sérstaklega sem ég er búin að vera að lesa sem að mér langar til þess að ræða um við og það er þessi hérna bók, já, Allt allt er haldið heim. heim. Já, Já, af því að það er tilur þessara bókar er nokkuð sérstök. já, hún er það, mjög. Erstu til ég að segja Ég hvað? fékk, já, sko, ég fékk símtal frá ókunnugri konu árið 1992 því ég var búinn að skrifa 3 bækur. Þessi kona hringdi mig, sagðist kannast við fólk sem tengdist mér og hún vildi segja mér sögu. Og ég var náttúrulega bara forvitinn, fór heim til þessara konu sem hét Sigurlaug Sigurðardóttir og var bæði nuddari. Hún var svona sjáandi líka vegna þess að þegar hún nuddaði fólk að mér skilst, hún nuddaði mér reyndar aldrei, þá sá hún, gat hún sagt svona sögur í kringum það. Ég þekki það því að ég var hjá Já, henni. þú Já. þekkir það einmitt Já, og ég veit já. til dæmis líka, ég held að hún hafði ekki sagt mér að sjálfa að þegar Gorbatsjov kom til Íslands og þá fór ræsa í nudd hjá henni. Þannig að ég held að hún hafi verið svona að nudda alltaf sérstak og skemmtilega borgara. Já, já, En þessi kona, hún Sigurlaug, eins og þú kannski veist sjálf, sá meira heldur en aðrir og hún sagði bara strax við mig því ég labbaði inn í stofu og kveikti á upptöku. Þá sagði hún, mér er alltaf að birtast hér ung kona í stofunni, sem dó fyrir 200 árum, hún mun ekki öðlast frið í sálinni fyrir en einhver skrifar sögunar. Síðan rakti Sigurlaug sögu þessarar látnu konu og ég tók allt upp og skrifaði allt síðan niður og út úr því voru svona 3-4 blaðsíður. Þannig ég fékk svona beinagrind, síðan þurfti ég náttúrulega bara að geta í eyðurnar og skálda og búa til fleiri persónur og úr var þessi rúmlega 300 síðna skáldsaga. En ég, þannig á einum degi. já, ég trúi því vel, veistu það. Vandamálið var líka það ég gaf hann út sjálfur Já, og ég náttúrulega var í fullri vinnu og sinntist ekkert vel. Síðan kom hún út í Kilju, þú ert væntanlega með Kilju eintakið það ég með ekki? Kilju eintakið, já. Svo kom hún út í Kilju fyrir svona 12 árum, þá öðlaðist sagan flug aftur. Og ég hef margoft farið í svona leshópa eða leshringi til að þessi bók hefur verið lesin af mörgum í leshópum og svona ræða eins og ég er að ræða við þig tilurð bókarinnar. Ég fór með Sigurlaugu Sigurðardóttur gömlu upp í hellana þar sem Guðbjörg Guðrúnardóttir sem ég er að skrifa þar sem hún bjó tímabundið með holdsveikum og fleirum og síðan byrja móðuharðindin. Þannig að það var alveg augljóst að þarna var, sagan er byggð á sönnum atburðum, trú ég. Já, Og til þess að vera trúr Sigurlaugu og bara sögunni, þá skrifaði ég formála í bókina til að útskýra hvernig það var. Síðan því ég var lagður, og ég náttúrulega fæ þessu hugmynd 1992, bókin kemur síðan ekki út fyrir 2004 ef ég man rétt, einhverjum 12 árum seinna. já, þessi er endur, já, 2004, já. Já, og ég skrifaði náttúrulega margar bækur samhliða, en þegar ég var langt kominn með þessa bók, þá fékk ég símtal frá miðli og hann sagði bara, Þorgrímur, ég verð að fá að hitta þig og við fórum að labba hérna í einhvers staðar í Reykjavík, í Elliðaárdal minni mig, og hann sagði bara eins og Sigurlaug, heyrðu, mér er alltaf að birtast þessi kona sem Guðbjörg að skrifa og núna er hún komin í bláan kjól. Það sem var merki þess að núna var orðin ánað að einhver skildi vera að koma með söguna og væri að ljúka við hana. Já. Þannig að þetta var, og svo það sem ég reyndi, ég man ekki hvort það kemur fram í formálanum, ég reyndi að hafa upp á Guðbjörgu, sem náttúrulega deyr þarna skömmu eftir 1783, í kirkjubókum víða, svo með bent á að þeir sem voru útskúfaðir, eins og hún var útskúfuð fyrir það að vera ásökuð fyrir að bera út barnið sitt, þannig fólk fór ekkert endilega í kirkjubækur, þannig ég fann hann aldrei. En ég er að reyna að muna núna hvað hann hét eiginmaður Kristbjargar Kjeld leikkonu, hann var rithöfundur, Guðmundur Steinsson. Guðmundur Steinsson. Sigurlaug gamla reyndi nefnilega að fá hann fyrst til að skrifa þessa sögu. Og til þess að fá það sannreynt, þá heimsótti ég Kristbjörgu Kjeld á sínum tíma og spurði hann og þá sá hann, já það er alveg rétt. Hann hafði bara ekki tíma til að gera þetta. Þannig að Sigurlaug gamla
hafði bara svo mikla þörf til þess að hjálpa þessari ungu fallegu konu sem dó tiltölulega ung, einhvern veginn að öðlast sátt í sálinni með því að við erum að lesa sögun hennar. Já. Og það er svo skrítið með þessa sögu að þessi bók er einhvern veginn, maður sér hana svo ljóslifandi fyrir sér. Hún er bara eins og bíómynd fyrir mér. Og ég gat alveg upplifað öll augnablik í þessari löngu sögu. Ég bara var í fjörunni og horfa á strákana. Ég var bara með þeim í hellunum. Ég var með henni út um allt. Og stundum þegar ég einhvern veginn stoppaði við að skrifa, þá gæti ég nánast spurt, býttu nennir að tala hærra, ég heyri ekki í þér. Þetta var mjög mikil upplifun fyrir mig. Já, bara svona nánast eins og þú væri bara að fá leiðbeiningu í gegnum allt þetta. Já, algjörlega. Mér finnst þetta náttúrulega rosalega lýsandi fyrir þennan tíma. Já. Og þá ánauð og þannig í rauninni þrældóm, þetta því að vinnufólk á bæjum var bara eins og þrælar. Já, algjörlega. Háðu vistaböndur. Og mér fannst svo margt, sko, á þessum tíma, 2000, þegar ég að skrifa söguna á þessum 8 árum, þá fannst mér svo margt vera að gerast á Íslandi, kannski vanvirðing við konur, ekki þetta jafnrétti, misnotkun og fleira, sem endurspeglast í þessari sögu þótt hún sé, sko, yfir 200 ára gömul. En þú kannski tekið eftir því, mjög meðvitað, þá var ég, að því að mér finnst þetta geti verið nútíma saga líka, bara sem baráttusagan. Já. Ég aldrei að segja í sögunni, þau ganga í sauðskinn, sko, þau að borða úr aski. Ég minnist aldrei á þetta hér. Þannig að upplifunin gæti verið stöð væri bara í dag, þótt að þetta myndi að sjálfsög ekki gera. Já, hún getur svo sannarlega verið það, sko, en svo hitt sem ég upplifi svo mikið, að því þegar ég fer í gegnum þessa bók, og þá náttúrulega, sko, ég bara hugsa erfiðleika formæðra minna. Já, ég að hugsa ástand og aðstöðu eða aðstöðuleysi þeirra, því ég get alveg með sanni sagt að eina af langamum mínum, sko, henni var nánast nauðgað, einhvers staðar undir húsvegg. Af manni sem var í betri stöðu í samfélaginu heldur en hún. Einmitt, akkurat. Og hún verður ófrísk og þá náttúrulega á hún enga stað að leita. Nei. En voru eiginlega allar bjargir bannaðar, þannig hún varð að láta barnið frá sér. Já. Og það þetta sem að svo margar konur hafa farið í gegnum, og það þetta sem mér finnst vera svo mikið mál að við gerum okkur grein fyrir í dag, og að við þurfum að klippa á þetta endurtekningamynstur. Af því að fólk búið að vera háð vistaböndu, ég man ekki hvenær þau voru sett á, og sennilega eftir kaþólsku, ég veit, sko, eftir siðaskiptin, en það bara 500 ár, þar bil, þá komið svo hryllilega illa fram við fólk. Já. Og ég minnist bara þess stundum, Guðrún, að talandi bara ástandi hvernig það var bara í heiminum á Íslandi. Minna amma mín sem bjó, náttúrulega afi minn, séra Þorgrímur Vídalín Sigurðsson, prestur á Staðarstað og líka Grenjaðarstað. Sem þau voru fædd bara rétt eftir 1900. Amma mín á Staðarstað, þú náttúrulega þekkir þessa sveit vel. Já. Afi rak heimavistarskóla í litlu húsi bara í prestbústaðnum fyrir kannski 8 til 10 erfiða krakka hverjum einasta vetri sem bara fólk úr Reykjavík hringdi í afa minn og sagði getur við tekið við þessum, hann þarf að komast í gegnum gagnfræðapróf. Amma fór í fjós, morgna og kvöld, eldaði fyrir alla og skólinn var á heimilin hennar. Já. Hún kvartaði aldrei. Nei. Þannig að staðan sem sumir voru í hérna fyrir einhverjum, sko, ekki lengra síðan, og ég man, því ég fór þarna páska, ég náttúrulega var alltaf á sumrin í sveitinni og jólin og annað, en ég fór stundum þarna páskana með rútunni, lítill strákur vestur og upplifði skólastarfið sem var enn í gangi, að labba bara hérna heimilu og bara fullt af ókunnugum krökkum, bara því afi og amma voru að hjálpa maður til manns, eins og, þarna var Flosi Ólafsson, þarna var Kalli Sigvarts heitinn og fleiri góðir. Og ég hef margoft lent í því, maður hafa margoft einstaklingar labbað upp á mér og þakkað mér fyrir afa minn.
fyrir að hann skildi hafa alið viðkomandi upp, með sér háttsettur læknir í Bandaríkjunum hafði samband við mig bara, veist, það er afaðinum að þakka að ég er núna læknir í Bandaríkjunum. Þannig að sérðu bara hvernig tímarnir eru. Ég fæ alveg bara gæsahúð við svona sögur. Þetta er náttúrulega bara rosaleg lífssaga, sko. Já, bara eftir hetjusaga, sko. Já, hetjusaga. En tók hann bara ákvörðunum sjálfur að reka svona heimavistaskóla? Sko, þetta byrjaði á Grenjaðarstað á sínum tíma og þetta var náttúrulega ekki heima þessu skóli. Faðir hans stofnaði hérna lýðháskólann í Borgarfirði, í Reykholti, Sigurður Þórólfsson, og afi hefur náttúrulega alist upp við það. En þegar afi var prestur á Staðarstað byrjaði hann að taka nokkra nemendur til sín og síðan bara gengi út frá því vísu hann myndi alltaf taka nemendur. Já, ég skil, já. Og svo bara fylgdi það honum þegar hann kom til á Staðarstað. Já. Þannig þetta var alveg, og meiri segja að þegar þeir fluttu til Reykjavík og ég byrjaði í MR 1975, þá voru krakkar að koma til hans í aukatíma og þá var ég 15-16 ára, krakkar að koma í aukatíma til hans og hann var að hjálpa þeim að læra. Spáði það, hann orðin sko 70 plus, sko. Já, ótrúlega flott. Ótrúlega mann í rauninni. Hefur þú skrifað bók hann? Veistu það, mér langaði á sínum tíma til að skrifa bók sko, skólanans af og fólki að ég á alveg stílabækur með nöfnum þeirra sem voru þarna og ég sótt styrk til menntamálaráðherra fyrir kannski einhverjum 15 árum og fékk synjun og sko, þetta er náttúrulega ekki bók til að selja, þetta er meira bók til að varðveita söguna. Já. En ég hef ekki gert það ennþá, en ég held að ég og systir mín munu búa til svona PDF-skjal með myndum og sögum og af á Staðarstað til að afkomendur okkar allir, þeirra barnabörn munu vita og átta sig á því hvað eru komin að merku fólki. Já. Ég er ekki viss að verði bók. Já, þetta er sko bara að viðhalda þessari þekkingu sögunar. Algjörlega. Þetta er náttúrulega alveg rosalega mikilvægt, sko. Hvernig voru foreldrar hans sæmilegum efnum búin aðeins til þess að geta komið honum í nám? Já, afi kláraði nám í MR, síðan lærði væntanlega hér, svo lærði hann líka held ég við Margrét eitt ári í Þýskalandi. Þannig hann talaði latínu og þýsku og ég veit ekki hvað, sko. Já, það var náttúrulega mjög mikið að menn héðan, sérstaklega karlmenn, færu til Þýskalands til náms. Já. Og latínan var náttúrulega lærð út af því að það var, ég veit ekki, var það náttúrulega grunnurinn að hinum málunum, það var náttúrulega er ennþá verið að kenna latínu í mentó? Sko ég lærði því ég var í MR, þá lærði ég latínu. Já. Og ég byrjaði í MR 75, en ég veit ekki, ég þekki það ekki í dag hvort það sé enn verið að kenna latínu. Líklega í fornmáladeildinni þar. Það hlýtur að vera. Já. En ég held að amma hafi alveg verið ómentuð, Áslaug Guðmundsdóttir hún fæddist í Borgarfirði. Já, en hvar var sem sagt langafiðinn, hvar í Borgarfirðinum bjó hann? Sigurður Þórólfsson stofnaði hérna skólann í lýðháskólann og síðan bjó hann líka ég er að reyna að muna veitingastaðinn sem á Seltjarnarnesi, heitir eitthvað. Það er bara veitingastaður opinn á Seltjarnarnesi eiginlega við vita. Heitir hann Róti? Nei, hvað heitir hann? Nei, ég var ekki búin að undirbúa mig, þannig ég kemur sér ekki alveg fyrir mig, sko. Já. Þannig að afi bjóð þar líka og þegar hann var í MR, þannig hann labbaði frá þetta er veitingastaður, eldgamalt hús. Já. Ráðagerði. Já, bjóðin í Ráðagerði, já. Langafi bjóði, Ráðagerði, afi var þar straklingur og labbaði þaðan í MR. Já. Þannig að, en ég er ekkert rosalega bara, það er sko áhuginn minn á, ég ætla að segja svona ættfræði er aðeins að koma núna þegar maður verður eldri. Já. Og það er bara svo, eins og þú sagðir sjálf, það er svo mikilvægt að varðveita söguna. Já. Vegna þess að bara hvaðan við erum komin og hvers vegna og hvað bjóð okkur til, hvaða gildi voru í gangi. Já. Og þessi áhugi eykst alltaf hjá mér bara því eldri sem ég verð. Já, mér finnst svo mikilvægt sko að skilja eitthvað eftir sem að börnin geta lesið það því maður er ekki svo mikið endilega að tala allt þetta við þau. Nei, akkurat. En kannski vil byrja hvernig var þetta aftur með hana ömmu og það er svo margir sem að segja þetta, já nú er mamma ekki lengur á lífi, nú er amma ekki lengur á lífi, ég get ekki spurt og ég veit ekki. Og þannig að þetta er svona verkefni sem að
maður þarf að taka svolítið föstum höndum og Já, hérna, já, það hafa náttúrulega verið núna, fólk hefur verið að minna skapandi skrif og þá er það að skrifa ævisögu sína eða svona helstu viðburði og annað þess að það. Ég já, fikk já. bók frá hérna svona dóttur minni í Bandaríkjónum, það var sko hérna Ammas Life Story. Þú veist, og svo náttúrulega á ég að fara að skrifa eitthvað inn og að því það er ekki svona kerfisbundið, þú veist eins og Nei, þegar við setjast við ritul og ég á að fara að handskrifa það, þá hefur nú tiltölulega lítið farið í bókina, en samt er sko, af því að hún líka flytur til annars lands, þá er svo já, margt sem er auðvitað samt í DNA-inu hennar, sem einmitt. kemur hérðan, sem væri mikilvægt til þess að varðveita. Já, ég held að þetta sé líka bara þannig með okkur bæði að meina börnunum okkur er kannski börnin okkar ekkert endilega velta því fyrir sig hvað við höfum gert svo allt inni þegar við deyjum og koma barnabörn og þau fara að grúska í einhverju sem við höfum gert, allar greinarnar, allar bækurnar, allar viðurkenningarnar og allt sem við höfum gert og bara, vá, gerði afi þetta allt? Já, Og, já, ég hef bara ekki fattað það sjálfur, segir kannski svona minn, sko. Þannig að já. svona er bara lífið. Þetta er svolítið svona, við förum að spá í kannski hlutina stundu svolítið og seint. Ég menna, ég fór sko svona að skoða ættarsöguna mína og hérna föðurættin kemur að svolítið tengist Eyrarbakka og Stokkseyri og þá fór ég bara í sko sjóminjasafnið Akkurat. til að uppgöta að sko langa við minn Mm. var lóðs á Eyrarbakka. Já, Og sjá mynd af kotinu, ég gerir svona vegna þess að húsið virtist svo lítið já, algjörlega. sem var bara torfhús sem við byggum í sem hefur örgulega bara verið eitt rými Einmitt. og hérna og svo fór ég í kirkjugarðana Mm. á báðum stöðum til þess að skoða leiðin og sjá sko eina konuna sem verður ekki að hún er 24 ára og það er ekkert engin merkjum að hún giftist eftir það en hún kemur upp sko heilum hera af börnum eins og maður segir. Algjörlega. Þannig að þetta er saga landsins. Já, þetta er bara það sem var lagt á þetta fólk í gamla dag. Ég veit ekki hvort að við myndum sko, eða semst okkar afkomendum myndi höndla það sem var lagt á þetta fólk í gamla daga sko. Við náttúrulega sko, ég segi í dag að þá kunna unglingar ekki einu svona halda á sóp eða skóplu. Þú sér það þegar þau eru í hérna í skal ég segi þér, hana hvað heitir það, unglingavinnunni? Já, já. Þau kunni ekki að bera sig að með, Nei. eða ef þau eru að vinna á veitingastæði eða eitthvað, þú veist, maður bara, heyrðu, þú kannt ekki halda á sóp, maður á að gera svona, þú veist. Já. Þetta eru breyttir tímar, Já. Þannig að við höfum náttúrulega farið í svolítið mikla bómull. Já, algjörlega. Og hérna, en sagan er í landinu, og minnst, þú veist, til dæmis skemmtilegt hvernig þú flettar inn í þessu sögu hérna Strandi. Já, akkurat, einmitt eins og var bara að gerast þarna þessum tíma. Já, mjög mikið á Suðurlandinu og hvernig að mönnu var ekki bjargað, heldur góssinu var bjargað. Já, góssinu var bjargað, einmitt. Mennir máttu drukna, þetta er bara, við vorum bara að fá húsgögn og áfengi og alls konar dót upp í fjöru. Já. Þannig að... og svo bara þessi ofboðslega valdníðsla. Já, algjörlega. Og ég held að sko, að það eimi eftir af henni hér í okkur mjög mörgum að við erum ekki tilbúin til þess að í rauninni rísa upp gegn stjórnvöldum. Nei. Við þorum ekki almennilega að mótmæla hérna. Nei. Þú veist, búsaldabyltingunum var mjög stýrt, meira sér innan af Alþingi. Ég veit það alveg, þannig að það var ekki alvöru bylting, það var stýrt bylting, en fólk sjálft rísi ekki upp og mótmælu því við erum svo kúið í rauninni í sko sálarvitund þjóðarinnar. Já, nú þú komum svo djúpt sko, ég einhvern veginn bara fyrir að flög. Því ég er svo ópólitísk og eða kemur einhver pólitík að Alþingi þá bara detti ég út sko. Já, en það er sko náttúrulega, við getum alveg verið ópólitísk og við getum sagt allt mögulegt um það, en það er bara þannig að ég sérstaklega sko náttúrulega uppgötaði það þegar ég flutti í sveit, þegar ég flutti að Hellnum, að þú varst ekki í pólitík þá fékkstu einhver framkvæmd. Nei, hugsaðu þér. Það þú þurftir að vera í einhverju pólitík og það breytist allt vegamál breytust þegar að við fengum Sturla Böðvar sem ráðherra því að hann bjó á Stykkishólmi já, og þá voru lagðir vegir.
já, á Snæfellsnesi, skilur. akkurat, Þannig þú veist, akkurat. lífið er svolítið mikið pólitík en það er þetta, við vitum að það er að breytast út af Mm, bara þeim breytingum sem er að gerast í heiminum mm. og við erum að fara inn í þessa vatnsberaöld. En Já, við kannski, ég vissi það ekki. Ég er ekki svona djúp eins þú og þú, ég þekkir var að þessi segja. náttúrulega pælingu. Já. Já, það Og er við hvað, erum að og fara inn. hvað gerist í Vatnsbaraöldinni? Segðu mér, Nei, hvað er sko, fram? Plútó er farin inn í vatnsberann og við erum að Mm, tala um það að það er að vera svo mikið tíðnibreyting í heiminu, það er að vera svona já, skipt í umheiminum mm, og fólk er að finna fyrir því á margan hátt, það er að hafa áhrif á líkamann okkar. Við erum að fara í gegnum einu umbreytingu, að við erum að fara inn í hérna, ljóseindabeltið, þannig að það mm, er að koma miklu meira ljós til jarðarinnar og það er að hafa áhrif á líkamann okkar og líkamann okkar er að umbreytast í samræmi við það og það er alls konar spádómar þessar miklu breytingar, þennan endi á stjórnunað ofan mm, og að samfélagi verði meira svona, mm, verði meira jafnræði og við þurfum að taka ábyrgð í þessu jafnræði hvert mm, og eitt okkar mm, að við hugsanlega búum í minni samfélögum í framtíðinu, en tala um kannski 2030 pluss mm. og að kærleikurinn ríki. Já, ég held að þetta sé alveg rétt hér. Ég er ekki skeggt, þá mér langi til að vera það. Ég sé ekki fram í tíman, en ég held að þetta sé alveg rétt hér með það sem ég hef lesið af bókum og talað við spekinga. Mér náttúrulega þess að hörmungar eru skelfilegur út um allan heim, en ég held að þetta sé bara sko, eitthvað svona högg áður en þessir björtu tímar á kærleikunni fer að taka yfir. Ég trúi því. Og að Já. Ísland hafi mikla þýðingu í framtíðinni. Ég Já, trúi því líka. það er náttúrulega, ég held að við búum við stórt hlutverk, við myndum verið að ræða þetta eins við hann Hall Hallsson, hann náttúrulega sakfræðingur og við höfum verið að skoða þetta sko út frá Mm. bara ljósi sögunar og þessar bókar hans Dr. Adams Já, Rutherford já. sem Já, hafa skrifað hinn já, já. mikla arfleið Íslands Mm. og við erum svolítið einstök á þessu belti milli tveggja fleka Já, og það bjuggu hér írskir menn áður en að normenn komi hingað já, því já, að akkurat. einhvern veginn vissu þeir af landinu, þeir voru ekki bara að sigla eitthvað, Nei, þeir voru að stefna á einhvern ákveðin stað og já, þeir já. vissu að Færeyjum líka og það er áhugavert að ég meina, ég og maður minn heiti við vorum náttúrulega venn að segja í gríni sko að Færeyingar væru, þú veist, víkingar sem hefur orðið sjóveikir og ekki komist lengra. Já, já. En ég meina þetta eru náttúrulega, við erum svona frænd þjóðir og við Mm. förum í gegnum alveg rosalega sko, svona myrkur tímabil Mm. hér í öllum þessum eldgosum og eldsumbrotum og þegar að bara stór hluti þjóðarinnar bara fellur úr hór í raun sko. Já, já, algjörlega. Og ég var að tala við ég var að tala um manni í gær sem er leiðsögumaður og hann var að tala um sko hafísinn sem kom hérna að landinu 1880 og Mm. það er í framhaldi í rauninni af gosunum í Lakagíg. Já, Það var svo mikil kólnun og mm. þá var hann náði sko frá Horni og fyrir landið og eftir öllu Suðurlandi að Reykjanestá, Já, hugsa, landfastur hafís. svakalegt, sko. Og það var náttúrulega engin furða að fólk sko næstu 25 ár þar á eftir þá var náttúrulega fólksflótti héðan Já, til Vesturheim, til já, ég mitt. Já, einfallega það var bara ekki hægt að lifa hérna sko. nei. Og þeir sem að máttu sín minnst að þeir náttúrulega í staðan fyrir að vera teknir að hreppurinn tæki við þeim að Mm. þá borga fyrir þau farið í burtu. Já, akkurat. Og svo kom þetta fólk til Bandaríkjana eða til Kanada og kunni ekki neitt. Nei. Þú veist, það kunni ekki það kunni bara að slá og skera torf, sko. Já, já, Það kunni ekki á skógarhögg því hér voru engin tré og nei. þetta er sko, þetta er eiginlega stærri hryllingur heldur en maður getur ímyndað sér og mér finnst mjög gott eins og það sem voru að taka í sambandi við, sko, hvað þurfti fólk að gera til að geta komist í gegnum öskunni á Einirjuna Já, einmitt. eftir Lakagíga því að ég hef skoðað sýninguna á Kirkjubæjarklaustri og það sást ekki til sólar Nei. og svo er núna fólk að tala um sko að
það þurfi út af loftslagsbreytingu, það þurfi að skyggja á sólina. Ég meina, já, hvað gerist þegar já, það er verið að gera svoleiðis? Ég meina, það er náttúrulega bara kólnar akkurat. og kólnar rosalega mikið og þá erum við bara að fá hina hliðina, sko. Já, já, akkurat. Þannig maður náttúrulega treystir því að svona gerist ekki, sko. Mm. En hvert að fjalla hefur verið að fjalla í þessum bókum sem þú ert að skrifa? Þegar maður Þetta eiga var, þessum átt á hillunni. já, sko, ég náttúrulega segi helst ekki frá bókum sem ekki komnar út, en Nei. ég á mjög fallega, ég vildi ekki hérna teikna, ég bara kann ekki að teikna þessast fallega myndir. Ég á mjög fallega sögu fyrir yngstu krakkana sem fjallar sko leitina að töfrafjallinu, það sem sko sannleikur lífsins í kistu. Og þetta fara einhverjir 5, sko það er eitt dýr sem leggur á stað, sem býr við einhverja fötlun og kynnist öðru dýri sem sko þurft að naga sér fótinn, og svo er blindur fugl og svo er blár, allt svona dýr sem hefur útskufuð. Já, En bíllinn segir alltaf, förum á töfrafjallið, leyndarmál lífsins í kistunni. Og þau bara trúa því að fara með og lenda í alls kyns háska á leiðinni, já, og þá koma hæfileikar hvers og eins í ljós til að hjálpa stað. Og svo finna þau kistuna en halda hún sér læst. Þannig ég er rauninni bara að reyna að koma fallegum boðskap með skemmtilegri sögu til barna til að hreyfa við þeim og líka að sjálfsögðu við okkur. já, það er ekki bara að finna einhvern hérna útgefanda sem er með góðan teiknar á sínum snærum. Jú, en með sko, ég er alveg með útgefanda, það er ekkert vandamál. En Já, ég skil. ég veit ekki, mér bara einhvern veginn ég ákvað að bíða með þessi bók kemur út. Og svo ég aðra mjög fallega bók fyrir krakka sem eru á miðstigi, 11, 12, 13 ára. Ég þori ekki að segja hvað hann heitir. Nei, það er líka alltaf, ég meina, ég er ekki að íta Nei, ég það. veit það. Ég bara En segi hún sko að Hún er, svona fallegar bækur, já, svo mikið þörf á því að vera með fallegar bækur. já, ég veit það. Og þessar 3 bækur sem ég á, þessar 3 sögur sem ég á nú þegar fyrir börn, eru allar í þessum anda. Þannig að krakkarnir fara að velta fyrir sig, mér langar að vera góð manneskja og svo framvegis, en alltaf einhver smá spennu og ævintýri inn í þessu. Þannig að ég á alveg efni til að koma með 3 bækur jólin. Ég hef ekkert rosalega mikla þörf fyrir það að vera að fara út allt og auglýsa bækurnar mínar, mér finnst gaman að skrifa það. Þannig að, og svo hef ég svo mikið að gera í fyrirlesturum, ég er bara sáttur eins og er. Það er gott að eiga svona fjársjóð sem eru óútgefnar bækur. Já, ég er alveg sammála því, það er gott að eiga fjársjóð sem eru óútgefnar bækur. Ég held að svona bækur, það séu mjög nauðsynlega núna. Við þurfum að læra að lifa meira frá hjartanu og við þurfum að læra að vera meiri gæsku og meiri gleði og meiri hamingju og hjartalíu og annað þess að það. Og það er náttúrulega bara, sko, þegar þú ferð, ég fór í bókabúð í gær, við stóðum saman, ég og vinkonu mín, og vorum að skoða svona titla, vorum að drepa tíman, það var svona milli tími á ráðstefnu sem við vorum á, og hérna, við skoðum 9 titla sem voru raðað upp í röð, sem allir voru á ensku, en þeir voru allar með witch, hanged, Raped. já, láfið það, sko, Já. og hérna, og það var svo ljótir titlar að bara, sko, titlarnir fá fólk til að fara inn í tilfinningar sem eru svo neikvæðar, og til þess að við getum breytt heiminu og búið í fallegri heimi, þá þurfum við að vera í jákvæður og fallegri tilfinningum, og þess vegna þurfum við að lesa efni sem að kemur okkur þangað, og þess vegna alveg sama á hvaða aldri við erum, vegna þess að fullorðið fólk þarf að lesa það líka. Og það sem mér finnst fallegt í þessari bók til dæmis er, sko, hérna, í rauninni ástin sem verður á milli Guðríðar og Sterkaðar í bókinni. Akkurat. Sem að er, sko, þau snert ekki hvort annað. Nei, ég veit það. Heldur þessi ást og traust sem var þar, og ég skynja svo fallega sko, þessi sterku tengsla á milli þeirra í bókinni, þó að þau fari svo í rauninni sitt í hvora áttina, sko. Algjörlega. Ég skil ekki hvers vegna engin kvikmyndaframleiðandi hefur lesið þessa bók og búið til bíómynd. Ég bara kveiki ekki að byrjunum með það.
þú þarf bara að hendin í fangið á einhverjum. Já, já, ég er alveg, ég var einhvern veginn, sko, já, það er svo mikil fegur nákvæmlega í því sem þú ert að segja og ég meina persónlega, þú ert ekki að spyrja mig um það, ég les aldrei glæpasögur, aldrei. Ég bara, mér langar ekki í morð, nauðganir og annað, ok, gott og vel og aðrir lesa þetta, en þetta er það sem þjóðir heims er að lesa í dag, Já, endalaust ljótleiki já, og ég bara, sko, ég fæ ekki eins og hugmyndir af þannig bókum, bara að segja þetta eins og er. já, Og mér langar ekki vera, ég er ekkert að gagnrýna aðra lesendur til mig að lesa það sér vilja, já. en ég er sammálaður, við þurfum að vera með fleiri bækur og betra efni sem er bjartara yfir og einhver von og kærleikur. Þurfum á því að halda. Já, sko, við undrum okkur á því að það sé erfileikar og glæpir í samfélaginu í kringum okkur, að það séu nauðganir og það séu morð og annað þess að nú er þetta orðið, ég man einu sinni eftir að það hafi orðið morð á Íslandi meðan ég var krakki og unglingur, en þetta verið aukist hér hjá Já, okkur. já, En hvað erum við að horfa á? Við erum að horfa á ljótar fréttir, við erum að horfa á, ég stundu sagði sko, fólk sem horfir á sjónvarpið á kvöldin, það horfir á 3 morð og 9 nauðganir. já, já, Áður það svo, fyrir að sofa. Hvernig ætlar að sofa rólega? Þú ert búin að taka þetta allt inn í taugakerfið og svo eru fyrirmyndirnar í hérna, tónlistamindböndunum og í bíómyndunum og öðru. Þú ert ekki töff nema og sé svona eða hins einn og hérna og, og eftir hvar eru fallegu fyrirmyndirnar? já, 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 já. Þær finnast ekki, sko. Já, þetta er, auðvitað er þetta áhyggjuefni, en svo er þetta bara mismunandi kynslóðir og textarnir eru allir einhvern veginn svona margir hverjir ljótir Já, og svo framvegis þannig að, já, en ég held stundum í alvöru að þurfi einhverja hörmungar að skella á okkur til þess að við stöndum betur saman. Það er skrítið að segja það, en bara við þurfum stundum skelli já, til já. þess að vakna, til þess að vakna. Já, við stoppum ekki fyrir en eitthvað gerist Nei, dramatískt. já, Nei, algjörlega. það er nú þannig. Enda erum við að fara í gegnum hálfgerð sko ragnarök út af því að heimurinn eins og við höfum verið að þekkja hann með stjórnar fyrirkomulagi og öðru þess að það er eins og við höfum þekkt hingað til. Samkvæmt þeim spádómum sem liggja fyrir vatnsberöldina, þá er hann að enda og við erum að taka nýtt tímabil, það sem hefur miklu meiri sko samstarf, samstaða, samhjálp. Já, Ef þú þykir, ef þú hefur alist upp í Ólasvík, að þá náttúrulega sko í sjávarplássum þá hjálpaðist fólk að. já, Og algjörlega. ég man það sko, ég talaði við menn sem voru með báta á Hellisandi og og í Ólasvík og það var ef að það dó einhver, þá var alltaf ekki niður hjálpa, það var færið fiskur Já, og annað þess að þannig það var samhjálp í samfélaginu. Svo flytjum við hingað í Reykjavík og mér finnst svona stundur sorglegt að hugsa til þess að sko stór hluti þeirra sem búa hér á landi, unglinga og krakka, hafa farið oftar til útlanda heldur en hringinn í kringu landið, skilur við, algjörlega. og þekkja svo lítið náttúrun okkar og svo að fara út á land, það er eiginlega bara að fara á að fara í eyjar, þú veist, Verslunarmanna helgi eitthvað, þar sem er bara fyllir í og sitja í brekkunni eða eitthvað, skilu, sem er ekkert að njóta náttúrunnar. Já, þetta eru breytti tímar, Já, heldur betur. mjög svo, sko. En ég þakka fyrir það að bara fengið alast upp, bara bæði í sveit til ömmu og af á Staðastað og líka bara í Ólasvík, vegna þess að þegar ég þarf að kyrra minn huga og orðinn þreyttur á Reykjavík, þá bara fer ég í bíltúr á Snæfellsnes í 1 dag og bara sita á hótelbúðum, Arnarstapa, Hellnum, Djúpalónssandi, öllum þessum stöðum. Já. Og bara næ jafnvægi aftur. Já. Það er bara svoleiðis. Það er gott jafnvægi þar. Já. Ef við ekki að láta jafnvægið er endapunktin í spjalli okkar í dag. Frábært. Þakka ég kærlega fyrir. Sömuleiðis, takk. Já.